Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 15. maí 2026 og Bitcoin í $78.662 og hjá mér sestur að sjálfsögðu Björn Harðarsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður og sæl. Ég hafði nú orðað í síðan þetta að væri vonbrigði að fá ekki að segja að við værum yfir 80.000. Já, ég hugsaði til þín í morgun þegar ég var að hlusta þáttinn, sko. Já. Það bara, ykkur 2 tímar síðan örgulega, þá hugsaði ég til þín, aðja, nú Kjartan Ánar, hann getur sagt 80. Já, ég meina við vorum, sko, yfir 80 alla vikuna, meira og minna. Já, og vorum í morgun, held ég, sko. Já, við held ég ekkert meira og minna, bara við vorum yfir 80 bara alla vikuna. Já. Og þú veist 82 og eitthvað en það ýmislegt að ræða núna í þessum þætti og hérna sko sem held ég svona fá okkur til að hjálpa þess að skilja þetta sko ég held að það sé nærtækast að við byrjum á því að vikan byrja nokkuð einn á því svona eða þessi atburðarás öll að það verða gríðarlega slæmar tölur, ég ætlum að segja að minnst okkur mjög slæmar tölur, mikil vonbrigði með verðbólguna. Verðbólga mæltist 3,8% í Bandaríkjunum, CPI, Consumer Price Index og hafði hækkað 50 púnta frá síðustu mælingum. Og var jafnframt sem alltaf rauninni stærri faktor sko, að þetta var verri en væntingar stóðu til. Já. Ég held að muna reynda bara 10 punktum á væntingunum. Væntingarnir voru alveg búin að, markaðurinn var búin að eitthvað veginn átt að sjá að það yrði aukningarna. En það sem gerist ég var nú bara aðtóða rétt í þessu núna, ég sé að S&P eitthvað niður 1,5% í dag, en það sem var samt búið að gerast, meira sér eftir þessar tölur, að S&P var búið að fara yfir 7.500 sem augljóslega hæstu hæðir og bara það aftur sama þemað en sko það sem gerist raunverulega það var apríl narratífið í apríl var nokkuð einn bara risk on þetta var bara þegar þú að skoða þessa miðla Wall Street Journal og Financial Times og Bloomberg og þetta þá bara sá maður þetta bara alveg ítrekað sko, bara markaðurinn, fjárfestar, greinendur, þeir eru bara að segja, nú bara risk on policy, það að segja og það beina fjármagniðinu í áhættu fjárfestingar, hlutabréf, kryptó og svo framvegis. Þessar tölur koma og efsta fyrirsögnin á Wall Street Journal var Wall Street býr sig undir langtíma verðbólgu. Já, því svo sko birtist hann á undan framleiðslu vísitölu tölur sko og þar voru töluvert hærri heldur en búast var við. Og ef við skilum það rétt þá þú veist líka það ákveðin vísbending hvernig verðbólgu þróun verður næstu mánuðin. Fyrst hækka vörurnar og þú veist, fyrst hækkar framleiðslukostnaður og svo mun hækka vörurnar. Þannig að nú komið nýr seðlabankastjóri sem er bara síðan við tölum saman síðast. Það þið svolítið flókið fyrir hann að fara hann bara getur það ekki. Nei. Og það raunverulega hérna þú veist, að því að verðbólga ein og sér ætti ekkert að hafa þau áhrif að markaði lækka og að mörguleiti ætti hún að hafa bara þau áhrif sko ein og sér að markaði myndu hækka því að bara verð hækka á öllu, þar með tali hlutabréfum og hráurum og öðru en þetta ástæðan fyrir því að þetta hefur þessi áhrif náttúrulega út af þessu að þetta gerir það verkum að líkur á því og vonir og væntingar stóðu til þess að Seðlabankinn í Bandaríkjunum myndi lækka vexti á næstunni. Það eiginlega bara orðnar engu og nú orðið meira ágefni sko, hvort hann hækki. Já, það hann að fara að hækka vexti aftur og það nú sem dæmi hér á Íslandi sem við erum að díla við sambarilegt ástand að mörguleiti þá sá ég að greiningadeildir bankana voru að spá því að það 25 púnta hækkun næst á stýrivöxtum sko. Og þú veist, það yrði sko
það alveg svakalegt högg fyrir markaðinn sko ef bara við einhvern veginn getum lifað með því að vextir þáttur séu háir núna í Bandaríkjunum að þú veist við getum svona stilt væntingar okkar eftir því að þeim mun haldast óbreyttir í lengri tíma en við höfum vonast til en það þarf einhvern veginn að fara að tekna allt upp á nýtt og á verri veg ef það núna fara átt að sjá bara það eru landslægi núna hannig að vextir hafa hækkað og muni að vilja hækka meira og snemt að kannski segja til það en það væri gaman engar síður að skoða pólimarketi, ég ekki búin að gera það gagvart vöxtónum en það væri alveg gaman að sjá hvað Já, svo spurning hvað Trump mun segja fljótlega, því nú hann að koma held ég í dag frá Kína og ef hann sjálfum sér líkur þá mun hann örgulega að segja eitthvað, þú veist, við erum að fara að selja þeim Boeing og sojabönir og lækka toll og þeir eru að fara að kaupa svo mikið og við erum gonna make billions of dollars. Trillions, einmitt, já. Veistu eitthvað hvernig þetta gekk? Nei, þú veist... Ég veist að það búið að fyrir lítið fjalla þetta. Já, þú veist, það fór vel á með þeim, þú veist, hann var nú svona léttari í tóninum, Trump, sko, hann var nú svona, þú veist, reyndi eitthvað, þú veist, þetta Hormússundu, þetta var það sem báðir voru sammálaði myndi að opna, sko. Ég held hvað heitir hann? Já. Hann svona, það var eins og hann var svona íta á að þeir myndi nú svona dragur sinnum á í Tævan og Trump gaf ekkert mikið út á það og síðan sko fór sko einhverjir hópur með hann var Musk var og svo bara alveg svona undir lokin þá bættist við nýtt nafn Jensen Huang Já, Nvidia Já. Og hann dalt bara inn í lokin og ég hef séð einhverja fréttir sem ég veit ekki hversu áræðilega því ég hef séð alveg báðar áttir að þú veist að því það hefur hingað til þeim hefur verið bannað að selja til Kína og það var talað að hann færi með til að reyna að liðka fyrir það sko. Já. Og það verið einhverja fréttir að það hafi verið gert svo einhver aðra að segja það var nú ekki alveg rétt en ég held að við bara eftir að sjá almennilega hvað kemur út úr þessu sko. Já, einmitt sko, já en þetta svolítið athyglisvert af því að við byrjum á þessum slæmifréttum sko, sem eitthvað veginn taka þú veist, þetta var alveg svona viðburður bara þessar verðbólgutölur sem raunverulega bara snúa bara momentumið á markaðanum tekur uppeyju, af því það var þú veist, ég var vissulega ekki búin að þora að segja það í þessu hlaðvarpi og svona varla við sjálfa mig að mista kosti upp átt en ég var sannarlega að byrja að hugsa það að ég var orðin freka bjartsýnn þetta bara útliti var farið að vera freka gott þetta högg kemur svo og nú maður svona pínu maður að tala marga sem svona blessaðar þú veist, þetta er nokkri dagar og markaðurinn bara gleymir þessu og heldur áfram þú veist, trendi búið að snúa og þetta mun fara upp og það hefur engin áhrif. Ég bara veit það ekki. Sko, ég má skjóta þessu inni. Sko, við erum búin að vera einhverju 3 mánaða á upptrendi núna í krypto, sérstaklega Bitcoin. Og hina myntina voru farnar að taka við sér, en því miður bara það til dæmis bara dagurinn í dag, það sem bókstaflega að gerast núna, eins og þú segir, við vorum yfir 80 bara áðan, þú veist, og nú er eitthvað einn svona, maður sá að markaðinu var allir bara 3-4-5% niður þarft á línuna sko. Já, en svo ef maður skoðar svona fyrir bear market, ef við bara tölum að það geti verið bara svona típisku bear market, þú veist, þá erum við komin á þetta svona, þá hefur hann tekið eitthvað svona kannski 2-3 mánaða upprend og fer síðan aftur niður sem ákveðna tímapunktur núna. Já, það er rétt, en þetta var samt það ekki í dögum talið búið að vera lengsta sem sagt, hækkuna tímabilið
ekki, það munaði ekki miklu einmitt, það munaði ekki miklu en það var enga síður en þetta var ekki, þú veist, ekki eins og það hafi verið 5 mánuður eða eitthvað svoleiðis, þetta var enn innan svona þeirra marka, það mátti reikna með að þetta færi niður aftur ég held að það muni velta talsvert á því hvernig Seðlabankastjórinn bregst við, ég náttúrulega sagði á hann getur ekki lækka en auðvitað er það ekki rétt, hann auðvitað getur það það er auðvitað ekkert fyrir í júní nei, þannig að hérna sko ég held að verðum svolítið að sjá bara ég held að auðvitað var náttúrulega markaðurinn alltaf límdur við þegar hérna, Powell var að tala eftir það stýrivaxtaákvörðun en ég held að veri sérstaklega núna sem að komi nýr maður í brúna og bara, þú veist, hvernig sér hann ástandið, sko, þú veist, það verður þú veist, hérna, það verður mjög gaman þetta er klárlega, maður mun klárlega hlusta á hann tala, sko. En þú veist, höfum það samt bara hreinu, minna, þú veist, föstudagar hafa oft verið rauðir, við höfum oft talað hérna, bara við munum það því við sitjum hérna á föstudögum, sko. Þú veist, það er ekki að vera að breyta dagsinningu á, hérna, á þetta mánudögum. En allavega, þú veist, ég myndi segja, sko, þú veist, ok, þú veist, við getum þetta ekkert lesið í ákvörðat hvað er að gerast ákvörðat bara hérna síðustu 2 tímana eða eitthvað svoleið, sko. Við vitum ekkert hvernig næsta vika verður, sko. Auðvitað er, þú veist, eins og þú varst að tala um eitthvað S&P, þú veist, það er bara við erum að sjá bara hækkanir, bara einhverja prósentur hækkanir daglega bara í einhverjum fyrirtækjum. Þetta er reyndar, sko, flest fyrirtæki er eiginlega niður, þetta eru eitthvað top 10 fyrirtæki, þetta er rosa mikið bara hérna örgjafar og minniskubbar og eitthvað svoleiði sem að búin að vera að hækka og bara þessi big tech, sko, fyrirtæki þau eru búin að vera að standa sér gervigreindar fyrirtækjum, þetta eru big tech, þeir flest hafa einhver tengsl við gervigreindarþróunina, sko. Ef ekki hreinlega bara öll í dag en þú veist, ég held að sumir sem eru svona mjög svona beris, hvað við segja, bjartýnslegir beri slæta þeir segja þetta líkist alltaf mikið núna 1929 og 2000, sko, að við getum fara að sjá hluti byrja svona að hrynja, sko, að þetta sé svona, þú veist, bólu áhrifin ég er reyndar, þú veist, þessi fyrirtæki sem eru að hækka svona mikið, það er gríðarlega eftirspurn eftir raunverulega vörunum, þetta er ekki eitthvað, þú veist, fyrirtæki sem að allir búast við að verða eitthvað stórt, sko. Ég einmitt held, sko, eins og ég hef sagt hérna, sko, ég er minn grunur er sá að fólk er einmitt að vanmeta áhrifin sem gervigreindin er að fara að hafa miklu frekar heldur en að ofmeta það, sko. Þannig ég persónulega, þetta bara veit ég ekki hver framtíðin verður en persónulega hef ég ekki miklar áhyggjur af, þú veist, ég náttúrulega .com-bólan var, skilur, þá var, þú veist, einhvert fyrirtæki bara að selja hundamat og fær sér vefsíðu, sko, og svo verður einhvert útboð og það er bara einhvern markaðsverið upp á fleiri 10 milljarða, sko, skilur, það er hérna, ég held að þetta sé enga veginn sambarlegt. En þú veist, þessi svona hækkanir, þú veist, ef við tökum kryptósin dæmi, ég skoðaði aðeins hvað hefur auðvitað búið að vera einhvern veginn að hækka, það er auðvitað kannski svona einhver leiti, þú veist, þangað til í dag, þú veist, það er einhver leiti þessar bara svona stæðstu myndir, en svo er það eiginlega svona sérstaklega einn svona sektor og kannski svona einn annar líka, það er svona gervigreinda sektorinn, sko, að þú veist, það er Bittensor hefur hækkað, Nýr hefur hækkað, það var hérna, hvað heitir það, hérna, Venis, ég missa á eitthvað í Venis, það hefði fengið það einhverju svona airdroppi, það hefði eitthvað 1500% síðan áramótin, sko. Þannig að það er það og svo fór Síkas að staða þetta aftur og það er svona smá privacy umræða í gangi, sko. Já, sko, að því að þar komum núna til að færum okkur yfir á kryptó sérstaklega að því að þessar verðbólgutölur var bara markaði almennt en það var og margir talum og það kemur í ljós hvort þeir munir reyna sannspáir en margir að tala að þetta hafi verið alveg söguleg vika í kryptó og eru þar að tala að Clarity frumvarpið það fekk sem sé afgreiðslu í Senate Banking Committee sem á þá bankanemnd öldungadeildarinnar og ég svona eins og ég skil þetta og er þetta ekkit ósambarilegt bara eins og við erum hérna með
allsherjarnefnd og samgöngumálanefnd og hvað þetta heitir sko, þar oft runni þar hanga frumvörpin hvað lengst inni af því að þú veist á því stíi oft þar sem hagsmunaaðilar eru hvað mesta til dæmis fjalla þau og koma athugasemdir og bara miklar umræður og svo þegar það held ég 120 breytingar til að vera í þessu já, svo þegar þau fara úr frumvörpin úr nefndunum þegar fengi fullar afgreiðslu úr nefndunum þá farið í atkvæðagreiðslu þingsins atkvæðin fjallu 15-9 og þar að meðal voru tveir demokratar sem samþyktu, það var hérna Ruben Gallego og Angela Alsbrook sem að hún sagði reyndar að það garanti ekkert að hún myndi samþykja endalegt frumvarp. Nei, samþykti raunin þetta færi út úr nefndinu svona. Já, og það sem kannski allir þetta sko að hérna allir 13 republikanar þeir greiða já með þessu og þetta 15-9 og sko það eru nokkur atriði þarna sem við vorum búin að fjalla vel þessa vexti og það kannski til að hnykkja á því frekar að það eingöngu verið að tala vexti af stöðuleikamyndum þannig að mér sýnist að sko Clarity frumvarpið muni ekkert banna fyrirtækjum eins og ég hugsa bara fyrirtæki eins og Nexo til dæmis sem hefur kannski verið hvað þekktast fyrir þetta greiða mjög háa vexti á Bitcoin sem svona margir hafa svolítið klórið sér kollinum yfir hvernig þeir fara að því að fjármagna og margir held að það myndi fara undir í síðasta bjarnamarkaði en gerðu það ekki þannig að eitthvað hljóta að vita hvað að gera en hérna ég held að það verði áfram alveg hérna þessum fyrirtækjum heimilt sko en bara ekki greiða vexti af stöðuleikamyndum en það eins og við tölum hins vegar hérna mun standa til boða að greiða einhvers konar umbund tengda einhverjum aðgerðum, einhverju virkni en svo sko það sem ég hef svolítið ágjur af eins og við tölum hérna þessi siðferðis ákvæði sem til dæmis myndu hérna geta takmarka rétt sýtandi forseta til að vera fjárfesta í að ég vil sko vera meðstofnandi í kryptoverkefnum að þeir vilja ekki setja það inn republikanir og það verið að tala að það sé helsta ástæðan fyrir því að það voru ekki fleiri demokratar sem studdu þetta og það sem ég hef áhyggjur þessu að þá þetta ekki sko þverpólitískur stuðningur við þetta. Það ekki að tala það að þetta bara tveir demokratar og sérstaklega einhver fyrirvari sem annar demokrati setur hans muni ekki endilega greiða já með þessu frumvarpinu sjálfu. Og því að ímynda allir núna í kosningunum í haust í fulltrúadeildinni ef til dæmis republikanar vinna þetta ekki þá gæti alveg svona löggjöf bara henni verið stemt í hættu sko, eða á eitthvað að berja þetta með einhverjum mjög naumum meirihluta sko. Og jafnvel þó svo að þetta meiri sé að verði samþykkt skiluru fyrir það og verða lögum sko. Þá alveg hérna þannig að ég hef svona pínu áhyggjur af þessu. Það þarf að klárast fyrir 4. júlí. Já, og sko en maður komið eitt punkt í saman þetta við erum mörgulega alveg sammála því að það bara einhvern almenn skynsemi að það sé eitthvað siðferðis hluti í svona, það ekki? Jú, maður myndi halda, en ég alltaf þar sko, ég þól ekki og ég reyni sjálfur að eitthvað veginn fall ekki á grifju, en auðvitað gerir maður bara, maður er bara mannlegur að vera ekki of fljótur að tjá sig sko, þú veist, að því að ég meina, ég væri alveg til að heyra til dæmis þessar republikana fá að útskýra af hverju þetta, þeir vilja ekki hafa þetta. Því maður hugsa bara, þetta er bara pressa frá Trump, það eina sem maður telur sér vita, allt það þarf að vita, svo kannski bara það ekki þannig. Ég veit til dæmis ekki endilega hverja fyrirmyndra, það komur óvart til dæmis hvað seðlabankastjóri, hvað hann með miklu víðtækari fjárfæstakheimildir heldur en hérna ég held. Já, sko. Ég ætla bara að segja aðra hlið á þessu, sem raunin ekki það að segja á móti því að sé siðferðissjónum. Ég heldur svona, bara tökum sem dæmi hérna,
Sisi Binance, hann var nú dæmdur og ef við skildar rétt þá hann fyrsti maður fyrir að vera settur í fangilsi fyrir svona brot, segir hann sjálfur, ég var að hlusta á viðtal við hann. Já, hann fór í stofangilsi, var ekki? Nei, hann fór í fangilsi. Hann fór í fangilsi? Já, og það var aldrei neitt verið dæmdur í þessum almenna tradfæmarkaði í fangilsi fyrir svona brot. Wow. Og ég þá hugsaði, setjum það líka bara í þetta samhengi. Í áratugi hefur verið reynt að koma þessu siðferðisreglum inn í almenna hlutabréfa regluverk. Og það verður aldrei tekist. Áhugavert. Þannig að þú veist, við gætum sagt, ef á að setja eitthvað svona inn, á ekki að setja það bara inn fyrir allt. Já, ég minna eins og við tölum alltaf frægast að dæmi er líklega Nancy Pelosi. Já, ekki spurning, þú myndist á einu dagi. Þú veist, og þetta er orðið bara eitthvað svona mím fyrirbæri, sko, að bara, þú veist, Nancy Pelosi grafið sko bara outperformar látt ekki segja það maðurinn annars alla, já en já, alveg rétt þannig að sko já, þetta er auðvitað bara mjög valid að nefna þetta sko, þannig að þú veist, en ég bara segja að þetta er svona, ok, við getum orðað það svona líklega væri enginn að tala þetta af þessum krafti ef ekki væri fyrir þá staðreind að Trump er með allt þetta rugl í gangi, Trump Coin og World Liberty Financial og hann er búin að þrefalda Trump-fjölskyldur er búin að þrefalda eignarstöðu sína síðan hann tók við sem forseti og mikið af því er kryptó. Já, og meiri segja, ég held að það væri ekki einstuðandi tölfræði ef þessi verkefni hefur verið að ganga vel. Já, ef fjárfestana hefur verið að græða líka, þá held ég að bara segja bara hefur ekki allir sáttir. En þegar þetta er það bara, það er allir sem eru búin að kaupa í þessu og búin að tapa, en Trump er svona græðir. Sko. Það er, þú veist, það er þetta bara alveg, en sko, það sem er svolítið athyglisvert með þetta, af því að þetta hljómar auðvitað mjög rökrétt, að sem sagt, Clarity frumvarpið hafa verið í meðferð bankanemdar öldungadeildarinnar. Það sem er eins og að fara að gerast núna, þetta er ekki að fara í atkvæðagreiðslu öldungadeildarinnar, heldur þetta að fara núna í, ég held með í því að sko landbúnaðardeild öldungadeildarinnar, sem sagt Agricultural Committee, Senate Agricultural Committee. Og ég var svona það hljómar ekki mjög rökrétt af hverju veröldinni er Clarity að fara í Agricultural Committee og þá er það vegna þess að þetta heyrir undir valdsvið og eftirlitssvið tveggja stjórnvalda. Það er annars vegar SEC eða bandaríska verðbréfaeftirlitsins sem Banking Committee fjallar þann hluta. En svo er þetta CFTC sem hefur eftirlit með hráurumarkaðnum. Það er líka tilneitt að við viljum nú tala íslensku en að þetta orð commodity, manni finnst það svona kannski pínu óþjált á köflum að til og með segja maður alltaf tala digital commodities, það verða stafrænar hráurur. En vandinn er það ekki neitt annað gott íslenskt orð yfir þetta sko. Og sem sagt þessi Agricultural Committee hún fjallar sem sagt þennan CFTC hluta en þá aftur spurði ég mig mér er það samt líka svolítið skrítið því ég held að það væri eiginlega nokkuð veginn á frekar skildu sviði og það er á sér sögulega skýringu og það er vegna þess að hráuru markaðurinn í Bandaríkjunum hann byrjaði allur sko á sviði landbúnaðar. Þetta var maís, þú veist, fólk var að eiga viðskipti með sko maíssamninga, hveiti, framvirka samninga með hveiti, nautgripi og svo framvegis. Og svona getur sagan verið svolítið fyndin, en það sem ég kannski er ekki með svarið á reiðum höndum mun þetta taka jafn langan tíma í þessari nefnd. Ég held ekki að það sem ég held er að sko aðal ágreiningsmálin þau voru á þessu sviði sem bankanemndin var að fjalla. Já, og ekki bara það, þú veist, þessir þrýstu hópar bankana Já, svo það. Mér sér bara Elizabeth Warren sem sumir segja sér bara
Þú varst að hlusta á hann í gær. Já, hún bara alveg svakaleg sko. Hún bara, hún ætla bara ekkit að þú veist, að það sem ég fann standa upp úr sko, í hennar málflutningi bara, herðu, þú veist, það enginn að tala svona lengur. Nei, þetta bara alveg skelfilegt. Hún kom með 40 breytingur, enginn að þau var samþykkt sko. Hún talar þetta sem bara vettvangur fyrir peningaþvætti og bara fyrir eiturlyfja kartell og hún með þess að droppar því einhvern veginn að Jeffrey Epstein hefði nú verið einn af sem byrjuði í þessu og það nú glættir að koma fleiri þannig og svo heldur hún bara áfram. Það var hræðilegt sko. Af því að þú veist það sem líka svo þú veist af því að auðvitað hefur mann alltaf fundist þessi málflutningur vera ömurlegur en maður svona þurfti bara að anda með nefinu 2001, 2002, jáfnvel 2003 af því að bara, þú veist, skiluru sem til með stjórnmálamaður sem þarf að taka afstöð til sko, svo ýmiskonar málefna, það er ekki að ætla til þess að sé sérfræðingur í hverju einu og svo hugsaður bara, ok, og eins og þetta bara hann í DC skiluru, að það þetta bara þú átt að vera með þessu og móti þessu eitthvað og þú setur inn í helstu punktana og þá var þetta bara svona svo ég fá sletta bara go-to punktanir fyrir þá sem voru á móti kryptó. Það sem hefur breyst bara það enginn að tala um þetta núna, skilur. Þú veist, fattar, þá ég ekki að segja að þessi atriði séu þetta enguleiti fyrir hendi eins og staðan í dag. Það þetta ekki rétt ekki frekar en á við bara fjármuni og peninga almennt. Það þetta alltaf einhver hlutaðin sem nýttur á ólögmætan hátt, en það ekki, þú veist, ekki frekar en það að Bitcoin sé bara bóla. Þú heyri þennan málflutning ekki lengur og ég meiri sér sakna þess að heyra þetta vegna þess alltaf þegar einhver andófsmaður Bitcoin kom og fór að tala líka þessu túlípana eða eitthvað þá skapaðist umræða sko og það enginn sem tala lengur þannig þannig að hún alveg sko já þetta henni sannarlega ekki til framdráttar ekki að neinu leyti og miklu frekar hægt að bara beina allir orkunni sína til dæmis þessu að bara, þú veist, ég var að ræða það að það sitjandi forseti hana sem búin að þrefalda auðsinn á meðan þeir sem fjárfesta í verkefnum hans tapa meira og minna allir pening, þú veist, það væri eitthvað sem væri mjög eðlilegt að ræða. Já, ég mun og það var líka þetta, þú veist, að hún segir líka eitthvað staðar sko að, þú veist, að bara stór hluta fjármunum Bandaríkjanna segja að fara bara einhvern veginn undir teppið einhvern veginn sko. Minna, þú veist, við höfum rætt að að það svo mikill rekjaleiki í þessu og hægt að stoppa alls konar hluti eins og kemur fram bara í hvað Tether hefur verið að stoppa sambandi við Íran og fleira sem að, þú veist, þannig að þú veist, þannig að málflutningarinnar hún droppar einhverjum orðum og setningum. Já, hún bara í engu takti við uppfæra stöðu mála, sko. Það nú bara þannig. En það hún nú, já. En sko þannig að þú veist ok, nú þetta að fara fyrir þessa landbúnaðarnefnd líklega má rekna með að það gangi frekar greitt fyrir sig, en auðvitað veit maður ekki, það gæti orðið annað eins annar eins pakki sko, þú veist við farið vitað ekki, en það alltaf sannarlega ekki talað þannig, það talað eins og þetta hafi verið gríðalegur sigur, en ég segi bara sko, veist ok, nú sko þarf ég að vanda mig að því að auðvitað vil maður tala af ábyrgð en maður vil alltaf heldur ekki vera að ég vil ekki vera að segja að það sé ekki tilefni til þess að vera bjartsýnn þegar það sannarlega tilefni til þess þannig að ég bara með spurningu til þín sko, að þú veist mér finnst þetta ónundar svolítið sérstætt, það ekki búið að samþykja þetta, það ekki búið að greiða atkvæði með frumvarp, þetta ekki orðið að lögum. En samt verið að tala að bara, mér finnst allir kryptómiðlar þegar ég var að skoða í gær, tala bara þetta væri eitthvað þvílíkur sko bara milestone achievement fyrir kryptó og ég var svona pínu bara ok, ég ætla ekki að vera að gera lítið úr þessu sko en mér fannst svolítið skrítið hvað að tala þetta sem bara risavaksin áfanga fyrir kryptó og ég velti fyrir Björn, þetta skýrist að hluta því að við erum búin að vera í mjög leiðlugum markaði núna alveg í hvað, alltaf ekki að vera nálgast 18 mánuði eða eitthvað
og markaði þráir bara svolítið eitthvað jákvætt til að tala sko. Þú veist, fattur hvað að fara? Já, að hluta til held ég að sé það. Ég held að sé hluta til líka því að þú veist að síðustu mánuði sem að það hefur verið að ræða þetta og funda þessar hluti, þá rauninni erum við komin fram fyrir þetta ágreiningsmál vextina, þannig séð, sko. En þú veist, að þýlítun til þetta kannski risastór áfangi, þar sem að samt vantar svolítið í þetta hljóma bara eins og nú þetta bara nánast komið. Það bara svo rosa mikið eftir til þetta fara í gegn. Það vantar í þessa umræð. Þannig að mér finnst þetta líka vera svolítið svona eins og kannski X-ið svolítið bara svolítið það kemur eitthvað og það bara sett fram og það ekkert sett hliðin á því. Sko. Markaðir eru bara þannig, þú veist, og ég meina þessar verðbólgutölur komu og það var bara allt í einu bara einmitt X-ið og jáfnvel fjölmiðla líka bara tölum bara, nú erum við bara að fara að sjá kreppuna miklu og allt að fara til að hanskotan skiluru, svo bara kemur eitthvað, þú veist, hvað má vita hvað það verður, eitthvað jákvæða tölur, eitthvað jákvæð sem seðlabankastjóri segir að hvað og bara, við erum að fara að sjá mesta góðæri bara sem við höfum séð og gervigrindinu og allt þetta þú veist, þetta bara eitthvað veginn og kunstin bara þessi, hvernig nærða að halda sjó og verða bara ekki snar geðveikur sko, á að, þú veist, vera partur af markaðnum sko. Það umlega bara kunstina. Þýleiðin til finnst mér þetta að vera svona skemmtilegt að vera, þú veist, markaðsmaður, maður vinnur við markaði, ég held að megi nú bara segja það, og maður fjárfestir á þeim líka og og þetta dálítið þetta sko, að ég man það var alltaf þessi setning sem ég heyrði sko að verðmætasta eignin á Wall Street peace of mind skilurðu, og það ekki auðvelt að nú bara hver sem þú ert í lífinu þá alltaf erfitt að tilengja sér það, en ég held að sé sérstaklega erfitt að tilengja sér það í þessu, en maður nær að tilengja sér þessa sálarkyrð eða hugaró en vera samt sem áður virkur þáttakandi á svona klikkuðum mörkuðum, þá maður í mjög góðum málum. Ég ekki alveg komin ágað en ég komin nærið í núna en ég var fyrir 5 árum, ég get sagt það. Þú held ég svona, þú dæmið mann sem eða þú með þetta. Þú býðið yfir verðmættastegninni. Hvað myndir selja hana fyrir mikið hugaróna og salarkyrina? 1 bitcoin. Ok. Þetta ekki bara öðlast hana aftur? Já, einmitt. Þú selur hana og safnar hana aftur, selur hana aftur í skil. Sko, en þá, núna, þegar við erum sko, það oft talað svona samloka sem maður sko byrjar, ég myndi að byrja neikvætt, komið jákvætt. Það talað með samlokaða fyrir að maður á að byrja á jákvæð, koma svo með neikvæð og enda á jákvæð. Ég að taka öfuga samlokaða á þetta. Ég var að byrja á neikvæður sem var verðbólgutölurnar, svo ég komið með þetta jákvæð sem þessi afgreiðsla Clarity Finances í bankanemdinni, en svo endaði þetta á neikvæða í fyrradag, 13. maí. Þá var $635 milljón útflæði úr Bitcoin kaupallasjóðum. Sem að mesta sem hefur sést síðan einhvern tímann í janúar. Og þetta fylgir eftir daga og vikur af mjög öflugu innflæði. En þetta rosalegt útflæði, Björn, á einum degi, sérstaklega ok, ef þú skoðar svo að við höfum séð svona tölur áður, þetta alveg með mest útlæðistögunum, en ég man til dögum sem var sko meira, en þá var Bitcoin vel yfir $100. Þannig að þú setur þetta í samhengi það, þá þetta alveg gríðalegt magn af Bitcoin sem verður að selja hana. Sko, þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr þessu, en ég svona að skoða þetta eins. Sko, þú veist, sumir hafa komið umræðina að þú veist að markaðurinn sé að missa trú og eitthvað svoleiðis og það bara, þú veist, hópast bara allir bara saman og selt hana, en þú veist, ég kannaði þetta eitthvað og þú veist, menn vilja meila, sem ég ekki góður í, ég minnst á þetta áður þú veist, við erum að tala svona fjárfestinga, vogunar sjóðs, fjárfestinga mikið þarna inn í þessum kaupallarsjóðum
og eins og ég skilir þetta þá þurfum við að venjast þessu reglulega og þetta segir ekkert það að markaðurinn hafa mistrú, þetta segir rauninni bara það að menn eru alltaf með einhverja framtíðarstöður í future market og það kemur alltaf sá tímabúndur þegar það eru með spott á móti og það kemur alltaf sá tími að það ekki staðan er ekki arbær og þá bara lokaður stöðun og selja þá spott hjá sér og þetta sé bara eitt dæmi það er ekki neinar vísbendingar það að nú var stór hluti af einhverjum kaupallarsjóðs eigandum að missa trú á markaðnum. Mér finnst það skipta svolítið máli að koma inn í þetta. Já, ég veit ekki það og það var alveg hárið þegar það er mikilvægt að nefna ég bara það kvarlar ekki að mér að nefna það af því að kvarlar eitthvað ekki að mér að nokkuð maður væri að halda það sko. Nei, ég er státt ágætt að við erum að tala þess að lækkun í dag og ágætt að þetta komið fram sko. Þetta er alveg rétt og ég finn það nefnilega alveg sko þú veist sko og maður það kannski að passa sig líka sjálfur sko en þú veist sumir sem vinir mínir sem hlusta sko á hlaðarpið þeim finnst þetta vera svolítið svartsýnn í þessum þáttum og ég kannski einhvern gleymi mér aðeins að þú veist mér finnst svo sjálfgefið en ég þarf auðvitað að átta mig á að það kannski finnst það ekki öllum mér finnst svo sjálfgefið að jú, ég er svartsýnn en það er augljóslega til sko skemmri tíma skilurðu mig og svo hef ég hitt vinir mína sem eru svona ok, en þú hefur alveg ennþá trú á þú veist, Bitcoin og krypto og þetta, skilurðu, og maður bara gaur, þú veist, já, skilurðu hvað er málið þannig að sko maður þarf einmitt átt þess á því að þegar ég hugsaði það er ekkert að taka fram að það sé einhver mikill útflæðistægur í kaupallasjóði, ég tala nú eftir marga vikur af rosalegu innflæði. Já, mér og þú veist, XRP er búin að vera bara jafnt og þétt mjög gott innflæði á kaupallasjóðina. Solana tók næst þess að daginn sinn held ég frá upphafi, sko. Já. En þú veist, ég veit ekki það áfram með maður eitt þó spurningamarki ef við tökum þessu dæmi Solana. Ég held núna þegar vorum að taka hana áttu upp. Ég var alltaf eiginlega öruggur á því að það er ágætt að maður ekki veðja á Polymarket og ég hef nú fundið leið til að tapa peningum ég hef verið eiginlega garantít á því að við værum yfir 80.000 núna í Bitcoin og mér fannst rosalega líklegt að við erum yfir $100 Solana núna eru við undir 90 og sko ég sagði sko að við værum undir 90 í síðasta þetta Solana það var nú bara beint eftir þáttin ána sem við vorum komin yfir 90 ég man ekki hvað við fórum í 97 eða 8 eða eitthvað. Já, fórum ekki 100. Nei, fórum ekki 100, ég veit það nefnilega. En ég held að við myndum fara í það núna, þannig að þú veist, maður er áfram þó maður sé mitt ég tækja fram að þegar ég hljóma svartsýnn þá er ég að tala til skemmri tíma, jafnvel til meðalangstíma, segja það, til svona short og medium term. Að þá er maður visslega að leitt þó spurningamerki ef við tökum sem dæmi Solana. Hvernig bara stendur á því að verðmiðin sé þetta lágur ég áttam á því að það er eðlilt að hann sé ekki í einhverjum mörg hundruðum sko en hann sé ekki allavega yfir 100 sérstaklega í ljósi þess að ég meina hvað er þetta við tölum þetta það komið slett að kaupallarsjóðum en hvaða kaupallarsjóður er þetta í raun og veru ég meina er þetta ekki, nú augljósa bara Bitcoin langstæstur og Ethereum, svo er þetta Solana XRP ég meina ok, ég veit þú ert með Doge, þú ert með hitt og þetta en þú veist þetta eru þessi 4 sjóðir. Já, það var reyndar að koma einn nýr og hann er búin að fá bara ágætis innflæði. Ok. Það er Hype. Það er Hype, já. Sem er Hyperliquid. Einmitt. Og þú veist, og Hyperliquid lítur þetta rosa vel út með að þeir eru bara, það er alltaf að aukast tekjuna þeirra. Já. Þeir voru að gera eitthvað, ég held þeir voru að koma með stöðuleika mynd og gera eitthvað samningu sem Coinbase. Ég held að þeir bara seti bara 99% af öllum tekjusunum í að brenna Hype token sko. Þannig að þú veist Hype er alveg bara það er galið spennandi verkefni já, ég er bara 100% það er galið spennandi verkefni og mér finnst það, auðvitað er þetta svona ég get alveg trúa því að þú veist það sé pínu Hype í kringu það? Það er svolítið Hype, nei, þú veist ég held að sé alveg það bara þú veist það er þetta rökstiða rauninni hækkun og Hype mjög vel. Eina sem ég myndi spyrja mig þetta er kannski ekki endilega notendur sem eru eitthvað
þú veist, þetta ekki XRP-notandinn sem, XRP-kaupandi sem bara elskar XRP, það að segja, ef að kæmi plattformana sem væri betra en Hype, það þyrfti kannski ekki eitthvað rosa mikið að menn fara að fara sig. Átti ekki Aster að vera það? Jú. Og hvað er Aster núna? Er það bara... Þeir eru þarna ennþá, þú veist, ég talað Hype, ég held að Hype það hefur verið gríðarlega mikið í kringum þetta, CC Binance bakkaðu upp, þetta er þetta á hérna Binance chain. Já, þú ert Aster núna. Já, og hérna, það bara hann var að tala þetta hafi örugglega keyrt það svolítið upp. Þú veist, menn voru jafnvel bara búast við að það tæki yfir, ég held að það sé svona langt í frá. Já, það er bara að tala enginn Aster lengur. Maður bara, þú veist, það er bara, og ég sé að það er alveg fastan í 60 centum að því að verðmiðin á Hype er alveg búin að vera svona, finnst mér frekar svona, hvað maður að segja, ég hef alveg séð það nokkur svona gerast að Hype er að hækka í verði, þvert gegn almennum hreyfingum markaðarins. Já. Það finnst mér alltaf að vera svolítið samfærandi þegar þú getur skýrta með einhverju raunverulegri virkni sem er í gangi á plattforminu, ekki bara, þetta er svo gott nafn Hype sko, því að þú vel að slærið vopnir úr höndunum að þeir sem alltaf var að tala það sé bara eitthvað Hype, þú veist, það heitir Hype. Já, svo var hérna einhvern veginn svona... Hyper Liquid heitir þetta sem sagt, og tokenið er með hennan ticker Hype. Vonastjarnan á Solana var auðvitað, held ég, drift. Já. Og það auðvitað, þú veist, svona fjallsóldið, svona... Já, hefur það eitthvað náða að jafna sig eftir þetta hack? Sko, já, það náði eitthvað að jafna sig alveg hérna einhverjum dögum eftir, ég veit ekki hversu mikið svo sem, þú veist, það er spurning hvað við heitum að jafna sig, er það jafna sig bara verðmiðin á því? Já, ég myndi vilja sjá klálega veltutölunar, veltutölunar og virkni. Ég þór ekki að segja til með það, sko. En svo var Galaxy að sækja Seacass, Galaxy að sækja Seacass. Já, Seacass kaupaldarsjóð. Ok, okkur það fyndið? Ég veit ekki, þú veist, það er engin trúað því kannski fyrir 5 ára síðan. Já, þú meinar, já, ég skil, já. Nei, það er alveg rétt. Og kannski fyrir þetta svolítið upp að það er bara svona stór nöfn sem að fóra að tala þetta. Það er svolítið cool, sko, ef þú fær myndir og Seacass sem er búin að vera svona útlægi eiginlega, þú veist, ég held að það sé, sko, það er til dæmis oft í, þegar maður að svara, til dæmis áraleikakönnum eða eitthvað álíka hjá kryptofyrirtækjum að þá er spurt sérstaklega út í til dæmis viðskipti með Seacass og Monero sem dæmi og þú veist að því ég er alltaf dálítið hannig sko að svona þú veist mér finnst alltaf varhugaverð þróun þegar friðhelgi einkalífs í fjármálum er orðið neikvætt fyrirbæri í sjálfu sér. Mér finnst það alltaf varhugavert. Alveg eins og maður skilur það þarf að vera þannig að það sé hægt að hafa eftirlit í ákveðnum tilvikum með fjármálum fólks að þá svona þannig að þú veist ég er alveg svona, hvað ég segja, alveg sympatískur á Seacass. Já, og samanlega, þú veist þetta, þú veist og mér finnst alveg cool ef það væri hægt að eitthvað veginn, af því það er alltaf líka býri yfir þeim kostir sem Monero til dæmis hefur ekki er að þú getur haft Seacass reglilegt með sama hætti og Bitcoin og aðra myndir. Þannig að mjög áhugavert að sjá kaupandurum svo. Sko. En líka annað í þessu, sko, að þú veist að ef að ég og þú værum svona OG kryptopunks sem trúðu á bara frelsi frá fjármálakerfinu, bankakerfinu og við vorum hrifnir af Bitcoin, þá veit að þróuninni verið bara, nú er allt einu bara Wall Street búin að taka nánast yfir. Ég veit það og ég er að segja, þegar fólk er að tala að þú veist, það klarið ekki fá okkur afgreiðslu í bankanemndu öldungadeildar í Bandaríkjunum bara sem einhver stærsti sigur í sögu kryptó. Ég pínu bara svona, ok, þetta er flott, skilur, og ég hef alltaf verið eitthvað talsmaður þess að við þurfum að aðlagast kerfin og verða hluta kerfin, því annars nærðu bara ekki raunverulegum árangri. Það ætlar að standa fyrir utan kerfið að eilífu, þá nærðu aldrei neinum árangri, ekki nema bara með einhverju byltingu sem sögulega er bara mjög slæmt fyrirbæri. Já, en Seacass er mjög rómantist ég veit hvað það fara, alveg 100%, einmitt. Og þú veist, ég samanlega, ég er ennþá á þessu, sko, að
þó að bankarnir sé búin að vera einhverju paniki núna ef að þeir hafa samið af sér, þá ég alveg á því áfram. Bankarnir þurfa meira á þessu að halda heldur en krypto getur haldið áfram að gera það sem hafa verið að gera. Með einhver svona frumvarpi mun kannski markaðinu stækka, en þú veist, á meðan getur ekki þetta bankarnir komið almennilega inn á markaðin, sko. Nei, og sko líka með svona verkfæri eins og það að geta vernda friðhelgi einkalífs með einhverjum verkfærum eins og Síkas, að sko, fólk það líka átt að sá, sko, þú getur ekki alltaf treyst því að núverandi ástand haldist óbreytt að eilífu, skilur. Ég hugsa að það væri mjög gott ef maður væri í Norður-Kóreiðu að geta nota Síkas, sko, skilur. Sem chain analysis og eitthvað annað getur ekki rakið, sko, og þá einmitt segir maður, sko, þú veist, það er alltaf gott að vera með einhver verkfæri sem eru til þess fallin að veita borgurum meira frelsi og svigrúm, af því að það er líka trygging fyrir, sko, framtíðina. Af því að þú veist, það voru barnalegt að setja hér á góða Íslandi og segja bara, já, þú veist, það geta liðið áratugir og við erum aldrei að fara að díla við ykkur ógnarstjón, sko, skilurðu. Það er bara, lífið virkar ekki þannig. Þetta er svo mikilvæg punktur að, þú veist, privacy þýðir ekki bara einhverjir eitilega kongar alls ekki, þú veist, það er það sem ég er að segja, þú veist, að þetta er bara nákvæmlega, ég segi bara, Björn, ég ætla að skoða þess tölvupóstinn, skilurðu, fattar, þú veist, bara, gleymdu því, skilurðu, hvað meinar, ertu eitthvað glæpamann, hefur ykkur að fela, bara, nei, þetta er bara prinsipmál, þú ert ekki að vera að skoða tölvupóstinn minn, skilurðu, þú veist, og hvað ef ég ætla að fá að skoða heimabankaðinn, skilurðu, það er bara sama máli gegnir, en það er komin einhverna lenska í fólk, að það er bara svona, ef þú eitthvað ert ekki spenntur fyrir því að aðrir skoði fjármálin, þá hefur eitthvað að fela, sko. Já, mér finnst ágætt dæmi fyrir gegn þessu að reglulega hefur það komið fram einhverja fréttir þegar Vitalik Buterin í Ethereum að Buterin, þú veist, já, Nývita og allt saman. Hann að senda eitthvað frá sér eða taka við ykkur sem hann svo mikið að taka við, því að menn hafi verið að senda á veskinn hans bara til að reyna að pumpa einhver tóken, sko. Eins og gerðist með meme-coinið sem var mjög vinsælt í Asíu, sem ég man ekki nafni á augnablikinu. Skiptir ekki máli, ég held að fólk fatti gott við. Þú veist, var ekki eðlilegt að svona menn sem allir vita verski myndi stundum vilja bara vera með eitthvað, senda eitthvað frá sér á þess að það væri að rekja hvert að færi? 100%, þú veist, það eitthvað þarf ekkert, sko, draumurinn væri þessi að þú gætir verið með tóken sem væri með þetta friðhelgi, en til dæmis við fólki myndum fallast á, það er ákveðin eftirlitsaðili, það getur verið lögregla eða eitthvað eftirlitsstofnun, eingöngu hún hefur aðgang, og jafnvel þannig að það er, sko, og sem sagt, sá aðgangur er eingöngu virkjaður ef til dæmis ef eitthvað til dæmis gervigreind, nú er ég að hugsa svolítið fram í tíman, gervigreind flaggar einhverju óeðlegri hegðun. Það var held í fyrirkomulag sem allir væru að minnst að ég myndi segja allavega að það var á móti því fyrirkomulagi, þá væri alveg fínu svona að fara að spyrja mig, getur verið að þú hafir eitthvað að fela, skiluru, þú veist, að þú veist, ég held að það ættu flestir að geta fallist á, ég til í eitthvað kerfi sem er ekki reykjanlegt, það er bara einhver innbyggð gervigreind, og hún er bara stilt þannig að ef hún flaggar grunnsannlegar færslur, þá flaggar hún til lögreglu eða eftirlitsstjórnvald sem fer svo yfir það manually handvirt og metur hvort það sé þörf á okkur aðgerðum. Þetta er heldur kerfi sem, sko, eins og ég, þú veist, þarna eða ætlar að vera á móti þessu, þá er ég orðin pínum svona veist, hér er ég komið en hvort þetta sé raunæft, ég veit það ekki, en já, bara ég meina ekki spurning að þú veist, þetta eru þetta er ákveðin, skulum segja, kostur en líka galli við þetta hálfreikjanlega hálfreikjanlegt er mjög villandi hugtak, alltaf tala bálkæður sem hálfreikjanlegar, en það þýðir alltaf þær eru að algjörlega fullu leyti reikjanlegar
sko öðru leyti og það ekki að rekja til einstaklinga endilega. Nei, en svo með þetta, þegar þú ert með þekktar adressur þar sem þú veist að það er þessi þá er þetta bara algjörlega fullir reykjalegt sko. En já en hvað segir þú? Þetta voru þessi 3 punktar sem mig langaði sérstaklega að fjallum í þessu lagarpi. Það var náttúrulega verðbólgutölunar, það var augljóst, það var afgreiðsla Clarity í frumvarpsins í bankanemndinni og svo var þetta útflæði. Við nefndum fullt af öðrum hlutum, talaðum Kevin Wars, nýjan seðlabankastjóri í Bandaríkjunum og svona hinn og þessi punktar, en þetta voru svona stóratriðin. Þú ert nú alltaf með einhver atriði. Já, ég með eitthvað bara svona punkta sko sem að, þú veist, ég var með eitthvað svona stærra en þess að maður má býða, en ég með eitthvað svona punkta sem að má alveg svona koma inn í sko. Ég tók eftir því að Ondos með 70% af öllum sem tókanæst markaði, sem mjög mikið sko. Að þessum tókanæst markaði? Já, sem rauninni, þú veist, þessi skuldabréf, hlutabréf og svo framvegis sko. Í alvöru? Já, eru þeir með 70%? Þú veist, ég sá þetta, mér finnst þetta mjög áhugaverð, sko. Svo sá ég líka, Ég ætla ekki að vefengja þig, því að þegar ég hef gert það, þá kemur í ljós og þú hefur rétt fyrir þér, en mér finnst það að vera ótrúleg tölfræði. Og svo sé ég líka bara hvað þetta alltaf að stækka. Ég sá frétt bara í vikunni að bæði Fidelity, JP Morgan og BlackRock voru allir að setja nýja peningamarkasjóði á Ethereum. Þannig að Ethereum verðist vera svolítið það sem valið þarna, þó að maður veit ekki, þeir hafa eins farið líka stundum yfir á aðrar bálkakeðjur, það eru stórir aðilar. Eitt sem að ég svona var aðeins hugsi yfir sko, að Circle sem gefur út USDC, þeir voru að koma með bálkakeðju ARK og verða með token. Það minnst það svolítið svona spurningamerki sko, að þeir söfnuðu $220 million í á, þú veist, valuation vermiðin $3 milliardar. Þú veist, á sama tíma, þú veist, við getum þetta gagnrýnt að þú getur sagt hvað með Solana og Ethereum, en minna þessi keðja mun ekki nota þetta ARK token til að borga fyrir gas fee, sko, þeir mun nota bara USDC. Þá að tala um eitthvað staking, sko, en ég veit ekki hvort þá getur nota USDC í staking og ég meina, og Circle á hlutabréfamarka hækkað við þessa frétt, sko. Já, en það eins og ég sá 10% niður í dag. Já. Það rosalega. Ég tók eftir því. Ég náttúrulega sammála því, með þess að skrýta hækkun, en ég tjekkaði núna bara ánum fórum í lofti að 10% niður í dag. En hefur, ég stóðst ekki mátið að kanna þetta nánar. Er þetta ránt hjá mér? Nei. Þetta rétt hjá þér. Þetta smá ránt hjá Ondos sjálfum, en það sem GPT 5.5 segir þeir séu með yfir 70% í hlutdeild táknvæddra hlutabréfa, tokenized equities, sem sláandi, ég bara bjóst alls ekki við, sko. En þeir segja að þeir séu mjög stórir í tokenized real world asset market, en ekki 70%. Já, það ekki tekið allt inn í. Nei, en í hlutabréfum sérstaklega, þar kemur þetta heim og saman. Ég verða við ekki, mér finnst þetta að vera ótrúlegt og þeir eru með sko 26, Ég veist þetta líka ótrúlegt þegar í ljósi þess að við vorum með þátt sérstaklega Ondo fyrir svona 2 árum síðan held ég. Það er orðið svo langt síðan. Það sem þetta var, við vorum í gamla stúdíónu. Ég vorum í gamla stúdíónu sko. Ég veit ekki, kannski það er orðið sem við tókum Ondo og svo tókum við eitt annað. Við tókum Ethereum og Solana. Mann vorum með Ondo. En þú veist, þegar þú stakst upp á Ondo þekkti ég það valla sko. Nei, einmitt. En það var einmitt beiðni sem kom frá hlustanda gerum tölvupóst. Önnur beiðni, ég veit ekki ég gleymdi að nefna það við þig en ég nefna það bara við þig núna en við ætlum ekki að fjalla um það núna en þú meltir þetta fyrir mögulega næsta þátt að það var maður sem sagði að við værum mögulega að sofa á Kaspa og að Kaspa sérstaklega með tilliti til gerfugreindarinnar sko. Já, ég taldi ekki upp Kaspa, það var reyndar inn í þessu myndum sem
var að tala hann áðan að búið að vera smá svona gerfugreindar svona low key hype sko. Það sem ég hef ekki sett mikið inn í Kaspa en ég fylgi alltaf svolítið svona þetta hafa alveg verið svolítið svona klárir kryptogaurar sem hafa verið að benda á Kaspa samt. Maður færi þetta nokkur sinnum ekki mikið undanfæri reyndar digga fylgjendur. Já, en líka samt svona gaurar sem eru meira í kryptó sko. Þetta er ekki svona einmitt, þetta er ekki svona köld. Já, nei, alls ekki, sko. Bara hafa trú á því sko. Já, einmitt, þannig að hérna það er mögulega eitthvað sem við hérna pælum í. Já, mögulega þurfum við að skoða þetta Clarity Act meiri, þetta var 409 síður held ég sko. Það er ekki búin að lesa allt, ég er búin að lesa 4 sinnum. Já, þú getur þá sagt mér það var mjög góðu textu hérna dreifstýringu og hvað það þýddi og það þú veist, þeir mætti ekki vera meira 49% eign í hérna hjá, þú veist, útgefandunum og alls konar, það var áhugavert að sjá hvernig það einhvern veginn, sko. Ég kannandi alltaf þess að það voru þátturinn bara því miður að klárast, þannig að... Já, þú hefur getað farið í gegnum á síðu 302. Nei, ég veit ekki, ég er nú ekki búin að lesa þennan texta, en hérna... En eitt punktur í viðbót, bara svona prósentupunktur sem ég sá. En svo ég gleymi ekki á hún segir það, en við ættum að vera með þetta í næsta þætti á hreinu hvernig Clarity skilgreinir dreifstýring. Já, það var sniðugt. Það er ekki spurning. Hérna, sko... Já, þú veist, ég hefði getið haldið áfram Charles Schwab var að bjóða meira upp á Bitcoin Ethereum eitthvað, þú veist, en ég sá eitthvað tölur. Þarna hef ég ekki búin að backchecka það, því vorum að tala útflæði þarna áðan, sko. Því ég nú oft talað að, þú veist, bein áhrifin séu kannski takmörku að því þetta er svona selt ekki á beinum markaði, sko. En sko, ég sá eitthvað við hvern milljarða útflæði, innflæði verður 3% breyting á Bitcoin verðinu. Já, ok. Þannig að... Já. Og svo tala ætti að lækka eftir því sem verðið fer ofar. Já. En já, áhugavert. Þú nú ekki mikill körfuboltamaður en þú ertu meðvitaður það að það þriðji og mögulega síðasti leikurinn í kvöld. Grindavík, Tindastóll, Grindavík leiðir. Ég hefði getað sagt hverju var að keppa til úrslita, sko. Það hefði getað sagt það, ok. Ég horfði nú á 2 leiki í Tindastóll Stjarnan, sko, sem nú með hennan... Ég veit ekki, ég er ekkert búin að vera, eða voðalega lítið búin að vera inn í þessu. Ég er búin að horfa á 1 leik, ég horfði á Tindastóll Stjarnan og ég horfði á Valur Grindavík líka. Þetta voru, ég ætla að horfa í kvöld. Það er bara, þú veist, ef maður ég er ekki að fara í Grindavík en það var löngu uppselt en ég ætla að horfa í sjónvarpinu. Ertu með lið sem þú heldur með? Í körfubolta? Nei, í þessu einu í? Nei, kannski að því að Palli-félagi minn mikill Tindastólsmaður, þá segir ég bara það. Já, auðvitað. Ég segi þetta. Ég held með Tindastól í kvöld, af því að það er bara leiðilt að Sirja farið 3-0. Og ég held líklega með Tindastól alla leið. Það eru góði mennana í Tindastól. En hérna... Voru ekki Grindavík taldir líklegri fyrir? Ég verði ekki, ég veit það ekki. Ég held... Ég er ekki vissu það. Ég veit alltaf að það á að vera jafnt á metónum nokkuð einn í kvöld, sko. Þannig að ég sé áhverjum Tindastól. En sjáum hvað setur. Nóbreinir að horfa. Já, það er það. Þetta er, sko, íslensku körfubolti í úrslitakeppni þegar leikir eru jafnir og sko forskot skiptist ört á milli liða. Sveiflurnar eru kalla sko lead changes. Það eru leikir sem þú vilt horfa á. Það er ekkert sérlega gaman að horfa á körfubolta þegar annar liðið 15-20 stigum yfir í hálfleik og siglir svo bara heim. Gæti vel verið að það verið þannig í kvöld. Stundum getur verið gaman að horfa á bussleiki. Ég horfði til dæmis á Fylkir FH í gær. Já, það er komin ykkur íþrótt sem ég... Já, 5-0 fyrir Fylki í byggarnum. Já, ok. Heyriði, Björn Harðarsson, ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustunna og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuleginni. Þangað til næst verið sæl.